Bóndi í Skagafirði horfði á eftir ævistarfinu í dag þegar öllu fé hans var lógað vegna riðusmits. Honum finnast bæturnar of lágar og kallar eftir svörum frá landbúnaðarráðherra framhaldið. Matur hefur hækkað meira í verði undanfarna mánuði en mörg ár á undan. Allt hefur hækkað, bara mismikið, segir verkefnastjóri verðlagseftirlits ASÍ. Helmingur framhaldsskólanema á fyrsta ári segir að faraldurinn hafi haft slæm áhrif á andlega heilsu. Nemendur á fyrsta ári í verslunarskólanum mættu aftur í skólann í dag eftir langa heimaveru. Fellibylurinn Jóta skildi eftir sig gríðarlega eyðileggingu þegar hann fór yfir í ríki Mið-Ameríku í vikunni. Hann er sá öflugasti sem myndaðist yfir Atlantshafi í ár og fellibyljir hafa aldrei verið fleiri. Svartamarkaðsbrask með sörur hefur grasserað hér á landi árabil. Talsmaður bakara segir kolólöglegt að selja smákökurnar á netinu en konan sem kynnti sörurnar fyrir þjóðinni segir heimabakaðar betri en þær sem bakarar bjóða upp á. Gott kvöld. Bóndi í Skagafirði horfði á eftir ævistarfinu í dag þegar að lokið var við að lóga tæplega 900 kindum og geitum á bænum. Hann segir bætur ekki standa undir kostnaði við að endurreisa búið og kallar eftir svörum frá landbúnaðarráðherra næstu skref. Riða kom upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði miðjan október. Síðan hefur sjúkdómurinn greinst á 4 öðrum bæjum í sveitinni, þar á meðal hjá hjónunum Guttormi og Kristínu á Grænumýri. Lokið var við að lóga öllu fé þar í dag. Já, það var tekin helmingur fyrir viku síðan og svo helmingur núna. Það var að ég vildi láta brenna þær, ekki urða. Og það eitthvað sem þú fórst fram á saman? Já, það var mín ósk algjörlega. Það var fyrst bara einhverjar 50-60 kindur. Sem byrjaði á. Það er svona farið allur. Já. Þannig að þið hefur svona hægt og rólega byggt þetta upp síðustu ár. Já, bara þannig. Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra lofaði í október að allt yrði gert til að styðja við bændur og það áfall sem riðusmit hefði í för með sér. Guttormur kallar eftir að það loforð verði efnt, en hafi engin svör borist frá ráðuneytinu framhaldið. Það er náttúrulega mjög gott að fá jákvæð svör en það er ekki nóg bara svara jákvætt, það gera eitthvað líka. Allan staðinu núna þá duga bætur ekki fyrir því að verði hægt að starta þessu upp á nýtt, ekki núverandi mynd. Þannig að maður vonar bara besta. Hvernig með þessar bætur, hvernig þeim háttað? Það er náttúrulega bara bætur fyrir gripi og innréttingar og svoleiðis sem greiddar og það er bara alltaf lágar. Guttormur segir málið hafa tekið mikið á bændur og ljóst að tjónið sé ekki síður tilfinningalegt en fjárhagslegt. Hann segir mikilvægt að bændur leiti sér aðstoðar. Hafið fengið eitthvað svoleiðis stuðning? Nei, ekki ennþá en það stendur til boða. Og er eitthvað sem þið sjáðu fyrir ykkur að nýta ykkur? Já, mörglega. Svona búið. Matvöruverð hefur hækkað mjög mikið á árinu og verðhækkanir hafa tekið kipp síðan kórónuveirufaraldurinn hófst í mars. Á sama tíma velta matvöruverslanir 20% meira en í fyrra. Verkefnisstjóri verðlagseftirlits ASÍ segir ekki tilefni til svo mikilla verðhækkana heldur þvert á móti. Margir hafa eflaust orðið varir við að verð á mat- og drykkjarvöru hefur hækkað undanfarið. Nánar tiltekið 7,4% á síðastliðnu ári. Heilt yfir hefur innflutt mat- og drykkjarvara hækkað 11% á árinu en svo innlenda rúm 5%. Þegar við erum að sjá mjög miklar verðhækkanir þá hefur matvara kannski verið að hækka 3%. Við teljum það að vera mjög mikið, þannig þetta er meira en helmingi meira, þannig að þetta er bara gríðarlega mikið. Það hefur allt hækkað mikið en já, bara mismikið.
Við erum að sjá langmestar hækkanir á ávöxtum og grænmeti en svo hafa flokkar eins og brauð og kornvara og mjólkurvörur og ostar hækkað mjög mikið líka og í raun og veru erum við að sjá mjög miklar verðhækkanir í öllum vöruflokkum þó að einhverju hafi hækkað örlítið minna. Kál er eitt af því sem hefur hækkað mikið eða 35% og appelsínur hafa hækkað 26%. Pasta hefur líka hækkað mikið eða 16% og smjör 12%. Krónan hefur veikst á árinu sem skýrir hækkanirnar að einhverju leyti en Auður segir að á sama tíma séu þættir sem ættu að hjálpa fyrirtækjum að halda verði niðri. Og svo vaxtaumhverfið auðvitað mjög hagstætt sem ætti að hafa jákvæð áhrif á rekstur fyrirtækja og svo verður auðvitað að minnast á að eftirspurn eftir matvöru hefur aukist gríðarlega í matvöruverslunum. En við erum að sjá veltuaukningu hjá matvöruverslunum upp á 21% á einu ári. En má gera ráð fyrir að matvöruverð hækki enn frekar. Ég myndi allavega að segja að rekstrarumhverfið væri þannig að það sé ekki tilefni til þessara verðhækkana. Ég á ekki vona og vona auðvitað ekki að matvöruverð hækki. Ég held að það sé ekki innistæða fyrir því, þvert á móti. Menntamálaráðherra leggur til að þau sem ljúka sveinsprófi eða burtfararprófi af starfsnámsbraut geti farið beint í háskóla. Ekki verði lengur gerð krafa stúdentspróf. Það hefur lengi verið vilji skólameistara starfsnámsskólana að þeir nemendur sem útskrifast frá þeim standi jafnfætis bóknámsnemum sem ljúka hefðbundnu stúdentsprófi. Það hefur verið einblínt og mikið á bóknámið og margir nemendur einhvern veginn litu svo á þeir þurfa að klára stúdentspróf áður en þau geti farið að læra það sem hugur þeirra stendur til ef að það iðnnám. Þannig að mér finnst það til dæmis bara ágætis byrjun að segja sem svo að nemandi sem hefur lokið iðnnámi að hann geti skráð sig í háskóla bara út frá þeim reglum sem að háskólinn setur. Í inntökuskilyrðum háskóla er almennt gerð krafa stúdentspróf og fyrir ákveðnar deildir er sérstaklega tekið fram að það skuli vera af bóknámsbraut. Við viljum breyta því að hafa bara lokið prófi af 3. stigi. Stúdentsprófin voru kannski 3 hér á árum áður. Í dag eru þau kannski 150. Og háskólinn þarf bara að setja sín eigin innritunarviðmið miðað við greinarnar sem það ætlar að fara í, hvort það er læknisfræði eða verkfræði og svo framvegis. Ég held að það mun breyta miklu, af því að eins og það er fullt af fólki sem hefur klárað sveinspróf og þetta í mismunandi greinum, en komast svo ekki inn í háskóla eða langar að fara að læra eitthvað annað og þau eru kannski að fara að læra eitthvað framhald af þeirra grein. Það þýðir það ekki að ég geti farið eftir að hafa lært klæðskurð og bara hoppað inn í verkfræði og gengið rosa vel það. Það segir sig sjálft að ég þarf að vera búin að taka slatt af starffræði. Frumvarp þessa efnis er komið í samráðsgátt stjórnvalda og verður lagt fyrir Alþingi á næstu mánuðum. Fjallað verður breytingar á iðn- og verknámi í Kveik eftir Kastljós í kvöld. Rætt verður við Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra í fréttum okkar klukkan 10. 2 metra reglan hefur verið afnumin í framhaldsskólum og 25 mega koma saman í sóttvarnarhólfi samkvæmt nýrri undanþágu sem tók gildi í gær. Nemendur Verslunarskóla Íslands fagna því að mega aftur koma í skólann eftir langa bið. Nemendur á fyrsta ári í Verslunarskóla Íslands hrukku sumir í kút þegar skólabjallan hringdi inn kennslustund í morgun, enda óvanir hljóðinu eftir fjarkennslu í fleiri vikur. Hvernig finnst þér að fá að mæta aftur í skóla? Bara geggjað. Það var bara svolítið erfitt að vera einn heima, það var miklu skemmtilega að koma í skólan og hitta alla. Bara fínt þægilegt. Og er leiðilegt bara mikið heima og mikið að gera bara. Flestir framhaldsskólar í höfuðborginni halda þó fjarnámi áfram óbreyttu. Menntamálaráðherra sat fyrir svörum á opnum fundi allsherjar- og menntamálanefndar í morgun. Hún segir að allt kapp verði lagt á að halda skólunum opnum, ríði aðrar bylgjur yfir. Við viljum í raun og veru að framhaldsskólinn geti starfað burt sér frá því hvort það kemur 4. eða 5. bylgja. Og við erum núna að vinna með hverjum og einasta framhaldsskóla út frá skólabyggingu, út frá loftræstingu og á hvaða stöðu skólinn hverju sinni en tryggja sem mest staðnám. Okkur finnst það mjög mikilvægt og ekkert endilega námslega séð, heldur bara andlega og félagslega fyrir krakkana skiptir þetta öllu máli.
Samkvæmt nýrri rannsókn sálfræðideildar Háskólans í Reykjavík metur næstum annar hver framhaldsskólanemi á fyrsta ári námsárangur sinn verri í faraldrinum en áður og helmingur segir faraldurinn hafa haft slæm áhrif á andlega heilsu. Hefur eitthvað fundist erfiðar að halda þér við efnið í fjarnámi? Já, ég myndi segja það. Ég á alltaf erfitt með það. Það er miklu léttara að gera annað þegar kennslustundir eru og missa ekki beint metnaðinn en það verður aðeins erfiðar bara að halda einbeitingu sem ég segi. Í svona fyrstu þá finnst mér eins og nemendur kannski líði ekki eins illa eins og við héldum. En álagið námslega það er mjög mikið og þau eru orðin þreytt. 4 greindust með kórónuveirusmit innanlands í gær. Þar af voru 2 í sóttkví. Það er lægsta hlutfall jákvæðra síðan 11. september. Þeim fækkar sem eru í einangrun og sóttkví. Nýgengi smita er komið niður í 50 smita á hverja 100.000 íbúa sem er það lægsta í Evrópu. 51 eru á sjúkrahúsi, þar af 4 á gjörgæslu og 1 í öndunarvél. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir að hægt sé að gleðjast yfir þessum góða árangri. Hann hafi þó áhyggjur af því að fólk gleymi sér yfir hátíðarnar. Ég hef vissulega ákveðnar áhyggjur af því að við munum gleyma okkur í aðdraganda jólana og yfir jólahátíðina. En í öllum þeim hópamyndunum sem að venjulega eru á þessum tíma árs. Og ég held að sé hollt að muna að faraldurinn sem að við höfum verið að glíma við núna undanfarið hefur verið drifinn áfram af hópamyndunum, sérstaklega núna upp á síðkastið innan fjölskyldna, í vinahópum, í ýmsum íþróttum og á vinnustöðum. Almenn grímunotkun minnkar líkur á COVID-smitum 15 til 20% ef öðrum smitvörnum eins og samskiptafjarlægð og sótthreinsun er beitt, samkvæmt nýrri danskri rannsókn. Aðstandendur hennar segja þetta minni vernd en búist var við, en ráðleggja samt áfram grímunotkun. Grímunotkun er víða heim orðin almenn, meðal annars hér á landi og ekki allir sáttir. Óþægilegt. Jeg er rigeligt træt af mundbind lige nu. Det er jo simpelthen så irriterende, man har bare vel lyst til at flå den her maske af. Í gær var birt rannsókn danska Landspítalans sem gerð var meðan harðar aðgerðir voru í gildi í Danmörku í vor. 6.000 tóku þátt. Helmingurinn var með grímu, helmingurinn ekki. Niðurstaðan var að 42 af þeim sem voru með grímu smituðust, en 53 af þeim grímulausu. Ályktunin er að grímur veiti 15 til 20% af vernd við þessar aðstæður. Resultaterne tyder på en mindre effekt end vi havde regnet med. Vores studie det bidrager til det store puslespil omkring dokumentationen for brug af mundbind. Og der er jo mange andre studier, og der er mange andre hensyn at tage i den samlede bekæmpelse af koronakrisen. Niðurstaðan gæti til dæmis verið önnur ef engar sóttvarnir væru viðhafðar. Og þó áhrifin séu lítil, ekki ástæða til at gera lítið úr dem. Og hvis man så tager den lille effekt og adderer den op i, at vi alle sammen har mundbind på, så kan det give noget ekstra i forhold til epidemikontrollen. Og det er derfor, vi også efter det her nye studie stadigvæk anbefaling om mundbind i Danmark. Tugir hafa látist og 100.000 þurft að flýja heimili sín í ríkjum Mið-Ameríku eftir að fellibylurinn Jóta gekk yfir, sá öflugast í ár. Hætta er á enn meira tjóni. Það hefur ekki gerst síðan árið 1932 að 5. stigs fellibylur myndast yfir Atlantshafinu í nóvember, en Jóta var svo sterkur þegar hann gekk yfir á mánudag. Aðeins eru 2 vikur síðan annar fellibylur, ETA, tók 200 mannslífi Mið-Ameríku. Þrátt fyrir að vindhraði Jóta hafi verið enn meiri, er búist við minna mannfalli, þar sem tugþúsundum tókst að flýja frá strandhéruðum. Tuga er þó saknað og eyðileggingin er algjör. Botaron mi casa de mi hija, por 5 casas todo botaron. Así que estoy afuera, ¿dónde va a vivir? Tengo tantos muchachos también, no sabía dónde va a vivir. Í Nicaragua féllu gríðarlegar aurskriður sem hrifsuðu með sér allt sem fyrir var, fólk og mannvirki. Vonum að finna eftirlifendur er hverfandi. Í Honduras urðu mikil flóð og enn er allt á floti, þó verulega hafi dregið úr veðurhamnum. Hús og önnur verðmæti eru víða gjörónýt og víða er vass og rafmagnslaust. Jóta er 30. fellibylurinn sem myndast á Atlantshafi í ár og hafa þeir aldrei verið fleiri á einu tímabili.
Beint tjón af völdum þeirra talið nema 40 milljörðum bandaríkjadala, fyrir utan það tjón og mannfall sem aldrei fæst bætt. Leikhús landsins eru enn lokuð vegna samkomu takmarka. Listamenn deyja þó ekki ráðalausir. Í kvöld verður fyrsta verk hins nýstofnaða hljóðleikhús Þjóðleikhússins streymt í gegnum netið. Ingvar Þór Björnsson í Þjóðleikhúsinu. Já, alla 50 daga fram að jólum mun Þjóðleikhúsið streyma beint frá hinu nýja hljóðleikhúsi í gegnum Facebook síðu sína og vefsíðu og fyrsta verkefnið sem hljóðleikhúsið ætlar að taka sér fyrir hendur Skuggasveinn og hér hjá mér leikstjóri og aðalhlutverk. Benedikt, hvernig að setja upp þetta klassíska verk á þennan óhefbundna máta? Já, við erum hérna að vinna með þær takmarkanir sem við þurfum að vinna með eins og löghlýðnir borgarar og vinna vinnun okkar og búa til einhverja list með þessum forsendum. Og þá var til þessi hugmyndum hljóðleikhús og hér á að flytja eftir brot úr Skuggasveini til Matthías Jochumsson með tónlist Jóns Ásgeirssonar. Og það þessi vaski leikhópur sem hér með mér sem hefur æft þetta og býr til öll leikhljóðin á staðnum. Þannig að þetta lifandi flutningur. Ólafía, erfiðara að túlka Skuggasvein svona þegar þú hefur einungis útvarpið? Erfiðara að túlka tilfinningarnar? Já, það erfiðara. Ég kona og látin leikakall og hef bara röddina og mér finnst röddin svona það sísta fyrir mig ef ég á að túlka kallmann. En ég búin að öskra hérna ansi mikið 3 síðustu daga og hún hefur örlítið dýpkað röddin. Þetta bara fórn sem ég færi fyrir þetta hlutverk. En ég spurði einmitt Benna, af hverju velurðu mig í þetta hlutverk? Og ég hugsa að fólk spyrir sig alveg, af hverju verið að velja konu í þetta hlutverk? Benni, vilt þú svara núna? Já, mér finnst þetta vera rauninni hérna skipti ekki máli. Kjarninn í Skuggasveini náttúrulega maður sem vorkennir sjálfum sér óskaplega mikið og bæði konur og kallar gera það. Og við verðum eiginlega að fá dæmi hérna hvernig þið kallið fram þessa hljóðmynd. Þið eru með alls konar muni hérna til þess. Já, þetta búið. Já, ok. Hérna sem sagt fyrst ætla ég að sýna ykkur þoku á fjöllum. Gjörðu svo vel. Öræfi, þoka á fjöllum. Og við erum stödd í þingstofunni í Dal. Og svo höfum við dæmi íslenska náttúru. Heldur betur lifandi. Takk kærlega fyrir þetta, Benedikt og Ólafía, og það verður sýnt beint frá þessu leikriti hérna klukkan 8. Takk fyrir það, Ingvar, og listamenn hljóðleikhússins. Þess var minnst í dag að 250 ár liðin frá fæðingu myndhöggvarans Bertels Thorvaldsens. Að því tilefni lagði Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, minningarkrans við styttu Bertels Thorvaldsens í Hljómskálagarðinum í Reykjavík. Sérstök hátíðardagskrá fór svo fram í Listasafni Íslands, þar sem efnt var til málþings mlistamanninn. Bertel Thorvaldsen fæddist í Kaupmannahöfn árið 1770. Móðir hans var dönsk en faðir hans var Gottskálk Thorvaldsson, prestssonur úr Skagafirði. Thorvaldsen skapaði mörg hundruð listaverk, þar á meðal skírnarfontinn í Dómkirkjunni í Reykjavík og stytta af Adonis sem stendur í Hallagarðinum við Fríkirkjuveg. Verk hans má finna mjög víða, meðal annars í Kaupmannahöfn, þar til dæmis í Dómkirkjunni og sérstöku safni helguðu honum og í Péturskirkjunni í Róm. Talsmaður Landssambands bakkarameistara segir kolólöglegt að selja sörur á netinu ef tilskilin leyfi eru ekki til staðar. Svartur markaður með sörur hefur myndast fyrir jólin vegna þess hvað þær eru góðar að marga mati. Ástríður Guðmundsdóttir móðir Sörunnar á Íslandi. Hún bakaði smákökutegundina fyrst hér á landi en hún rakst á uppskriftina í sænsku blaði árið 1979. Svona. Og ég bætti í, svo þegar ég fór að gera kremi þá sá ég að mér bætti í kaffidurti. En þetta tókst alveg opaslega vel hjá mér í fyrsta skipti, þarna rétt fyrir jól, 79. Hún deildi uppskriftinni með starfsfólki Melaskóla, þar sem hún var kennari, og birti hana síðar í gestgjafanum. Þá var ekki aftur snúið og vinsældirnar urðu gríðarlegar. Þá var alveg sýnt í mig að norðan og svona einhverja konur, ég þekkti ekki neitt. Og voru að spyrja eitthvað þegar það var eitthvað að klikka hérna. Og
það var bara svolítið skemmtilegt þátt mér. Ástríður segir að vanda þurfi til verka við baksturinn. Miklu máli skipti að mala möndlurnar, velja þarf súkkulaði tegundin af kostgæfni og kremið skal smurt á eftir kúnstarinnar reglum. Þegar maður smyr kreminu á, þá þarf þetta að vera pínlítið svona eins og skjaldbreiður, skiljið, með svona toppn upp í miðinni, ekki svona hlussulegt. Svo vinsælar eru sörurnar að fjöldi fólks aflar sér tekna með að baka þær og selja á netinu fyrir jólin ár hvert. Lögum samkvæmt þetta náttúrulega bara ólöglegt. Það því miður. Það er leiðilegt. Fólk ofta að miskilja sem sagt það að þú mátt gefum okkur að þú vildir baka heima hjá þér í góðgerðarskyni eða í ykkur fjáröflunarskyni, þá er það bara heimilt og það er reglugerð fyrir því. Það eru leikreglurnar í okkar samfélagi heimila það. En leið og farin að sko stunda bakstur eða annars slíkt í hagnaðarskyni, þá ert þú bara, þá situr þú við sama borð og aðrir. Og þar leiðandi situr þú við sama borð og bakarinn. Fólk þarf að hafa tilskilin réttindi til að selja handinað, greiða skatta og önnur gjöld og heilbrigðisyfirvöld þurfa að hafa eftirlit með framleiðslunni. Gunnar segir stjórnvöld setja þessar reglur og því sé ekki rétt að gagnrýna Landssamband bakarameistara. En það er náttúrulega bara mjög leiðilegt að það sé verið að pínu hengja bakara fyrir smið í þessu máli því að Landssambandið er ekkert í einhverju svartaka meðferði í því að fara að draga fram hinn og þessa sem eru að baka sörur. Ástríður segir skilja sjónað með stjórnvalda. Auðvitað fólk tekur náttúrulega áhættu þegar að kaupir af einhverju svona til bæ. Þá ger það og veist ekkert hvernig er heima hjá því. En telur að þeir sem eru lungnir við að gera sörur og kannski vantar smá auka fjármagn ættu bara að halda þessu áfram? Mér finnst allt í lagi en það er ekki að auglýsa það svo. Þá segir Ástríður heimabökuðu sörurnar betri en þær sem fást í bakaríum. Þeir gera þetta margir þeir svo stórar og mann langar ekkert í það. Í Kastljósi í kvöld verður rætt við Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra áhrif þriðju bylgju COVID-19 á efnahagslífið og þá svarar hann einnig gagnrýni aðalhagfræðings Kviku-banka í Kastljósi í gær að seðlabanki og stjórnvöld séu á rangri braut í efnahagsmálum. Og þá var það veðrið. Skil fara yfir landið í kvöld og nótt með suðaustanátt 13 til 20 metrum eða rigningu og slyddu en hægari og yfirleitt þurrt fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomi nótt, minnkandi frost og hiti eða yfir frostmarki á morgun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Lárus Blöndal, forseti ISÍ, segir ISÍ hafa sótt undanþágu frá æfingabanni fyrir afreksfólk og hópa en fengið afsvar. Framkvæmdastjóri KSÍ segist nokkuð örugg með að 21 árslið karla fái sæti á EM þótt aganefnd UEFA eigi enn eftir að gefa endanlegt svar. Við erum að fara í úrslitakeppnina. Og Ísak Bergmann Jóhannesson varð í gærkvöldi 4. yngsti leikmaður A-landsliðs karla frá upphafi. Hann er 3. kynslóð A-landsliðsmanns. Alla helst hjá okkur í kvöld. Bóndi í Skagafirði horfði á eftir ævistarfinu í dag þegar öllu fé hans var lógað vegna riðusmits. Honum finnast bæturnar of lágar og kallar eftir svörum frá landbúnaðarráðherra framhaldið. Matur hefur hækkað meira í verði undanfarna mánuði en mörg ára á undan. Allt hefur hækkað, bara mismikið, segir verkefnastjóri verðlagseftirlits ASÍ. Helmingur framhaldsskólanema á fyrsta ári segir að faraldurinn hafi haft slæm áhrif á andlega heilsu. Nemendur á fyrsta ári Verslunarskólans mættu aftur í skóla.